Þegar talað áhættu í daglegu tali átt við hættuna á því að útkoman verði ekki jafn góð og vonir stóðu til. Þegar við hugsum fjárfestingar, hugsum við áhættu á sama hátt, en skilgreinum hana bara aðeins nánar. Áhætta óvissan framtíðar ávöxtun. Til að skilja þessa hugmynd ímynduðu okkur allar hugsanlegar útkomur og búum til líkindadreifingu yfir þær. Áhættan í einhverjum skilningi breiddin á þessari líkindadreifingu. Vinsællega til þess að mæla hana með því að reikna staðalfrávik ávöxtunar, en það margar aðrar leiðir til þess. Skýrum þetta með dæmi. Hugsum okkur að við setjum pening á reikning í banka sem skilar 5% af vöxtum á ári. Eftir 1 ár fáum við peningin okkar tilbaka auk 5% af vaxta, svo lengi sem bankinn gjaldfær. Lítil óvissa hver útkoman En við gætum líka fjárfest í hlutabréfum. Eftir ár gætu það hækkað 10%, en þau gætu líka lækkað eða hækkað miklu meira. Óvissan miklu meiri. Það alls ekki sjálfsagt að vilja eyða allri áhættu. Að einhverju marki hægt að auka vænta ávöxtun með því að taka meiri áhættu. Það því markmið fjárfestisins að finna jafnvægi milli væntrar ávöxtunar og áhættu sem hentar markmiðum hans.